Við ætlum að kíkja á hvernig á að hanna veggspjöld í Pixel Design Online. Byrjum á því að fara inn á heimasíðuna. Þar er að finna upplýsingar stærðir, pappírinn sem við notum og plöstununa sem við bjóðum upp á. Þeir eru búin að velja hvaða stærð við ætlum að búa til. Þá getum við skráð okkur hérna inn. Og við setjum hérna inn eina mynd. Við getum smellt hérna á sniði myndina inn á plakatið. Ef okkur líst ekki á þessa mynd þá getum við farið hérna og breytt mynd. Við sjáum hérna meldingu á að myndin sé ekki nógu góður upplausn. Það er í mörgum tilfellum kannski bara eðlilegt af því að plakatið er frekar stórt. En ég mæli ekki með því að hafa þetta mjög litla mynd. Ef hann er undir einhverjum megabætum þá myndi ég ekki mæla með því að nota hana á svona stórt plakat allavega. En við ætlum að láta þið vita ef þetta er mjög gróft. Við getum svo séð sýnishornið hérna, hvernig þetta áttur að koma út. Það sem er fyrir utan rauðu punktalínuna, það er eitthvað sem skerst af. Og það er nauðsynlegt að hafa smá blæði út fyrir, bara upp á skurðinn. Ef við viljum breyta eitthvað þá getum við haldið hérna áfram. Eða vista verkefnið. Ef við viljum halda áfram seinna. Og svo getum við farið hérna til að ganga frá pöntuninni. Við erum að staðfesta ef að myndin er í lélegri upplausn. Hérna getum við svo valið fjöldan og uppfært verðið. Hérna er hægt að velja plöstununa. Hérna er glansplöstun í boði og hérna er svo mattplöstun í boði. Þannig getum við haldið áfram og valið afgreiðslu á pöntuninni, hvort við viljum sækja að fá sent. Ef við viljum fá sent þá þurfum við að staðfesta heimilisfangið. Þá getum við haldið áfram og gengið fyrir greiðslu. Þegar það er búið þá fáum við staðfestingu í tölvupósti og svo aftur staðfestingu þegar pöntunin er tilbúin. Ég vona að þetta hjálpi ykkur eitthvað. Takk fyrir.